svo sem áhugaleysið fyrir Ajax heimsókn 1949, hún náttúrulega bara áminning hættun og söguskekkju. Þegar að vitneskja okkar í dag hefur áhrif á túlkun okkar á atburðum fortíðarinnar. Það að okkur þykir eitthvað merkilegt í dag þarf ekkert að segja neitt til það hvað fólki fannst hérna áður fyrr. Það til dæmis nánast ómögulegt fyrir okkur sem erum vön beinum útsendingum frá íslenska handboltalandsliðinu að rúlla upp evrópskum stórmótum og ólympíuleikum að sjá upphaf handboltans hér heima og innan fram í réttu ljósi. Handbolti var nefnilega í fyrstu grein sem forystumenn íþróttahreyfingarinnar vildu helst banna og ræddu það meira að segja í fullri alvöru. Á 4. áratugnum voru æfingar fótboltamanna nefnilega nokkurn veginn á þessa leið. Menn fóru út að skokka það leyti sem snjóa leysti á vorin. Svo fóru menn að sparka í bolta svona undir lok apríl ef veður leyfði og spiluðu fram á haust. Á veturna þá áttu menn hins vegar að stunda leikfimi innanhús. Það voru svona hálfgerðir fimmleikar, menn hoppuðu yfir hesta og voru með kollhnísa, armbeygjur, viðstöðulaus stökk. Knattspyrnuþjálfarar og stjórnendur félagana höfðu tröllatrú á leikfimi. Einu þjálfararnir sem fengu greidd laun fyrir vinnu sína voru þannig fimmleikakennararnir. Sjálfir iðkendurnir, knattspyrnumennirnir, þeir voru ekki eins spenntir. 6 mánuðir af arabastökkum og að standa á höndum var frekar fúll undirbúningur fyrir 4 mánaða keppnistímabil þar sem voru spilaðir kannski 7 til 8 leikir. Þannig að til að koma til móts við þetta, að þá notuðu fimmleikakennararnir aðferð sem allir foreldrar þekkja, en sem reyndar ekki mælt með í uppeldishandbókum. Mútur. Ef þú tekur til í herberginu þínu núna, þá muntu horfa á sjónvarp í 20 mínútur. Ef þið hunskist að mæta á fimmleikaæfingarnar og hoppið yfir hest og æfið ykkur á tvíslá, þá megið þið hnoðast í handbolta síðustu 10 mínúturnar. Reynið að brjóta ekki neitt hérna inni. Og þannig byrjaði saga handboltans á Íslandi. Latir fótboltamenn sem nenntu ekki að standa á annarri löpp, létu múta sér með því að fá að lemja hver annan í nokkrar mínútur í lokin undir því yfirskína þeir vera að slást bolta. Nema hvað auðvitað vatt þetta upp á sig. Mönnum datt svo í huga að halda mót í þessari skrýtnu íþrótt sem eiginlega engir aðrir spiluðu og þá þurfti að fara að æfa sig fyrir mótin og með þeim afleiðingum að leikfiminn ýttist hægt og bítandi út. Þetta þótti stjórnendum félagana auðvitað afleitt og ræddu það sem sagt alvarlega að banna handbolta með öllu. En skaðinn var skeður. Handboltinn varð ekki stöðvaður. Og ég segi þess vegna, hugsið ykkur bara. Ef leikfimiskennararnir hefðu staðið í lappirnar á 4. áratugnum og sagt einfaldlega nei, ég vil ekki sjá nein slagsmál hérna, gerið bara æfingarnar ykkur og ekkert múður. Og verðum við reyndar ekki silfurverðlaunahafar á ólympíuleikunum í handbolta. En líklega var Ísland í dag gjörsamlega ósigrandi í kollhnísum og handahlaupum. Það var ekki dónalegt. Nema það auðvitað þessi mynd af upphafi handbolta iðkunar, þjóðar íþróttarinnar, ekki fullu samræmi við þessa romantísku hugmynd sem við viljum hafa af henni í dag. Að fótboltamennirnir sem að fengu að hnoðast og kasta á mark í lokin á leikfimisæfingum, þeir voru svo sem heldur ekkert að spá í því hvernig það myndi líta út í sögubókum mörgum áratugum síðar. Ekki frekar heldur en að strákarnir á Tjarnargötunni sem stofnuðu fram voru 1908. 1. maí 1908 nánar tiltekið, eins og segir á fína bláa fánanum okkar. Líklega dagsetting sem er nú bara ákveðin út í loftið seinna, þegar við þurfti að finna stoppdag. Þessi 12 til 13 ára guttar, þeir voru ekkert að hugsa okkur 102 árum síðar, sem þurfum að rekja alla þessa sögu. Nota bene, 14,7 sekúndur á ári. Þetta var bara hópur leikfélaga. Stofnaði félag utan það eitt að geyma bolta. 3 árum seinna þá voru það sjóaðir að þeir voru teknir með sem fullgildir aðilar þegar átt að reisa íþróttavöllin vestur á Melum. Og síðan, ef við höldum áfram að reka þessa sögu með meðal hraðan 14,7 sekúndur á ári, þá myndum við þurfa að þjóta í gegnum áratugina, rekja það hvernig félagið breyttist úr því að vera bara til, utan að þá 11 leikmenn, kannski 4 til 5 í viðbót, sem skipuðu keppnisliðið, yfir í að vera félag sem hélt út í yngri flokkum og fóru að eignast hverfi, fyrst örfáar götur rétt út frá Njálsgötu, Grettisgötu og síðan svona víðar Austurbæinn. Félag sem að samþykkir reyndar eftir töluvert hik árið 1945 að leyfa konum að gerast félagar og fyrir en varði að þá værum við komin upp í Grafarholt með fjölgreina íþróttafélag í yngsta hverfi Reykjavíkur með áætlanir að koma sér upp besta og glæsilegasta íþróttasvæði landsins.
Þetta skrifaði ég reyndar 400 sína bók sem kom út í fyrra og var samt sem áður langt frá því að ná utan allt efnið. Svo kannski ættum við að draga frekar af þessu þann lærdóm að þegar kemur að því að skipuleggja framdag og næst myndast 25 mínútna gat í dagskráni sem þarf að fylla, þá skulum við ekki vera að stressa okkur á einhverjum ræðum eða sögulegu yfirliti. Heldur skellum við bara spólu í tækið, horfum á einhvern gamlan leik. Og ég meira að segja með ákveðin leik í huga og meira að segja ákveðnar 24 mínútur, svo við séum nákvæmir. Og þá munum við sjá Viðar Þorkelsson skora sigurmarki gegn Völsurum og við hugsum til vin okkar í Vesturbænum sem voru búnir að ræsa út veitingamannin á Rauða ljóninu til að sjá hvort hann ætti ekki örugglega einhverja kassa með kampavín í kjallaranum. Og þá verða allir glaðir og kátir og geti kjölfarið gúffað í sig grilluðum pilsum. Fram lengi lifi!